Góða kvöldið og velkomin að Rauðaborðinu. Það er desember, jólamánuðurinn aðventa, 14. desember, 10. jóla og myrkur úti. Stutt í það að sólin fara að hækka á lofti, en maður tökur nú ekki eftir því fyrir bara eftir 2 mánuði eða svo. Og allt í einu skynja maður það að hækka á lofti. Herðu, það er komið hingað 4 einstaklingar, eins og sagt er, sem allir starfa í nálægt listunum. Hérna er Eydís Blöndal, hún er skáld, Nína Hjálmarsdóttir er sviðslistakona og María Thelma Smáradóttir, hún er leikkona og Halldór Armand Ásgeirsson, hann er rithöfundur. En þau eru allt, held ég líka, eitthvað annað. Ég geti kynnt Halldór Armand sem pislahöfund á Rás 1 og Nínu sem gagnrýnanda og Maríu sem leikskáld og Eydísi sem fyrrverandi þingmann. Svona er æskan í dag. Í eitthvað harki endalausu. Það sem ég ætlaði að byrja að spyrja, því að hérna kom lítil frétt einhvers staðar í dag sem var svona Hagstofan að taka eitthvað saman og þetta náttúrulega eiginlega ekki frétt sko. Þetta kemur eitthvað löngu eftir að tíminn er liðinn. Þá kom í ljós að fólk sem hafði verið að vinna svona í menningargeiranum, í verktakavinnu í menningargeiranum, að þeim hafði fækkað helming í COVID. Helmingurinn gefist upp. Þetta er, já, má ekki bara spyrja ykkur kannski, ef ég má byrja á þér, María Thelma, svona hvernig, hefur þú komið út úr COVID að vera í svona, eftir ekki svona í menningarharki? Jú, ég var rosalega svolítið heppin. Ég fann kannski rosalega mikið fyrir því svona í mínu næru umhverfi að vissulega voru aðrir listamenn að missa úr giggum með leiksýningum út af takmörkunum og svo framvegis, en ég er svolítið heppin að því leytinu til að kvikmyndabransinn stoppaði kannski ekki. Við tókum upp ófærð í kófinu, þannig að það gekk alveg, en undir alveg vissum skilyrðum. Þannig að, já, þannig að ég slapp svolítið vel þar. Og þar af leiðandi sko líka þegar maður er að skrifa og svoleiðis, þá getur maður samt sem áður unnið vinnuna sína heiman frá og hvar sem er í rauninni. Þannig að það stoppaði ekkert þar sko. Nei, auðvitað er það þannig sko. Eydís, er það ekki að besta sem getur komið fyrir skáld er svona góð plága? Já, akkurat sko. Ég hef aldrei unnið sem skáld full time, nema kannski bara þangað til COVID skalla og þá missi ég vinnuna. Og loksins gefst mér tími til að sittast niður almennilega og skrifa þessa bók sem kemur síðan út í september. Og svo gaman að segja frá því að bara í seinustu viku þá byrjaði ég að vinna með Halldóri sem svona iðnaðarskáld, business poet á auglýsingastofu. Þannig að já, þetta er svona alls konar búið að fara fram út á COVID og breytast. Já. En varstu þá ekki, ef þú missir vinnuna þá missir þú tekjurnar, varstu þá blönkað ekki að þessa bók? Nei, af því að náttúrulega þau mega nú eiga það að ríkisstjórnina, þau gripum mann ágætlega þegar maður misti vinnuna út af COVID. Það var með tekjutengdu bæturnar, hlutleysisbæturnar, ég misti fyrst vinnuna að hluta til og síðan en já, þannig að þetta var svona, maður svona gat alveg harkað þetta af sér og látið sér jafnvel líða vel sko á bótum. Nína, þú ert í fastri vinnu núna á Listaháskólanum, en þú þekkir svona harkið. Þetta er náttúrulega, ég geti trúað að þið væru bara fyrir kynslóð og svona í þeim geira bara stór hluti af fólkinu sem að þið þekkið séu svona harkarar einhvern veginn. Nína, þú þekkir að vera harkarar? Já, ég var reyndar mjög heppin líka, ég var í mastersnámi þegar COVID í New York, eða reyndar mjög óheppin, þannig að ég þurfti að koma heim og klára sviðslista mastersnám á Íslandi í gegnum Zoom, sem var reynsla. En já, það var nú engin verkefni þannig séð sem tóku við og það kannski lét mann byrja að hugsa, þessar bremsur kannski létu mann byrja að hugsa út í hvað annað er það sem ég hef áhuga á og þá byrjaði ég að kenna í Listaháskólanum og er núna fastráðin en er samt líka að sinna öðrum verkefnum. En maður var, já, klálega, ef einhverju fóru sem verst út, voru tónlistamenn og sviðslistamenn sem voru ekki, sem fjallu þarna einhvers staðar á milli línuna í þessum pakka, þó svo að það hafi verið margt drengt að gera.
Og varst þú að reyna að klára námi með því að búa til einhverja sviðslistir í gegnum Zoom eða reyna að vinna með þennan miðil sem við erum í til dæmis núna? Já, ég ætlaði að gera námið þar. Já, ég ætlaði að gera performance í public rými í New York en endaði að gera vídeo í íbúðinni minni í Reykjavík. Ok, og heldur þú þetta nýtist þér til listsköpunar í framtíðinni eða fékkstu algjört ógeð á svona fjarskiptum? Algjört ógeð, bara vonandi aldrei aftur. Aldrei aftur Zoom. Herðu, Halldór, iðnaðarskáld, er þetta hægt að selja mammon sál sína á daginn og yrkja svo á kvöldin? Já, bara frábær spurning og ég hef aldrei fundið svarið við henni, sko. Ég er ennþá verktaki, þannig að ég er ennþá í þessum helmingi sem er ennþá verktaki. En já, ég kláraði bók eiginlega fyrir ári síðan, eða hún kom út fyrir ári síðan og þá kom ég heim frá Berlín og þá var þetta allt saman að skella á aftur, sko, og þannig að það meikaði í rauninni aldrei neitt sens að fara aftur út af því að ástandið þar var ekki gott, sko. En svo hitti þetta líka ágætlega á vegna þess að þegar ég hef alltaf verið þannig að þegar ég klára verkefni eins og svona skáldsögu þá er ég bara eins og kreist sítróna, sko, og get ekki hugsað mér að hugsa bókmenntir eða bara nokkuð listrænt í einhverja mánuði, sko. Þannig að ég bara, og hef alltaf verið í þessum rytma að þá er fínt bara að droppa inn í einhverja vinnu og þannig að já, ég er í hálfu starfi sem verktaki sem iðnaðarskáld, svo hitt ég sagði. Og hvað, má að spyrja svona menn hvað þeir hafa gert? Er eitthvað svona sjóauglýsing sem stendur upp úr, sem þú hefur búið til? Ég myndi bara segja öll þessi bestu strætóskýli sem við sérum hérna er oft einhver meistarastykki úr þessari smiðju hér, sko. Já. Herðu, við vorum fyrir viku að þá vorum við að tala og það voru mikið af listafólki og við vorum svolítið að tala svona erindi verkana og líka, þú veist, það að vera rithöfundur og skrifa pistla, þegar svo Bragi Páll og Auður Jóns sem að bæði hafa verið mjög mikilsvirkir pislahöfundar. Og þau voru bæði að segja það stundum væri svona sagt við þau svona, er ekki bara best að sleppa þessu, þú veist. Þetta gerir ekki gott fyrir ferilinn að vera svona rífa kjaft í einhverjum pislum. Og mér langar að því að Halldór, maður að klára þetta með að því að þú ert rithöfundur sem þarf að gæta því að hafa svona lesendahóp og ert með markað, svo kallar. Svo ertu líka að vinna á auglýsingastofu, en svo stundum á Rás 1 allavega á tímabili þá varst orðin hálf byltingasinnaður samfélagsgagnrýnandi. Talaðir yfir hausamótunum og kapitalismanum, var enginn sem að sagði við því svona, er ekki bara best fyrir því Halldór minn að sleppa þessu? Jú, en sko, má ég spyrja á móti, sjáðu þau eitthvað, hver var ástæðan fyrir því að þetta væri ekki gáfulegt? Var eitthvað farið út í það? Af hverju hvað það við að vera rífa kjaft sem slæmt? Já, það var reyndar Bragi Páll náttúrulega fer á landsþing Sjálfstæðisflokksins sem skrifar þar einhverjar risa satírur þar upp úr því og eiginlega með flokkin á bakinu, sko, þannig að það er kannski ekki alveg samanburður kannski ekki alveg skýr þar. Nei, ég get sagt að jú, þú veist, maður þarf bara, og ég hef ótrúlega oft að glíma við það er bara alls konar mótsagnir í þessu og það er bara einhvern veginn mjög erfitt að vera fastur hluti af kerfinu sem þú ert líka að berjast gegn, sko. Og já, ég hef líka, það hefur enginn sagt beinlínis við mig að þessi sniðu þetta sleppi þessu, sko, en ég hef marg oft fundið það á sjálfum mér að þetta skapar, sko, mér finnst að ef þú ert höfundur eða listamaður þá eigiru að tjá þig svona hluti og það sé bara, þú veist, það skorti reyndar bara svolítið mikið á það hérna á Íslandi að hér sé gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar, þó hún sé alveg til staðar, en það tekur sig ekki rosalega mikið fyrir henni. En ég hef líka alveg fundið fyrir því, og ég get talað hreint út það, ég hef oft verið svona sent frá mér einhverja pistla og þá hefur verið einhver púki á öxlina mér sem hugsa með sér. Þú veist, er einhver þarna úti sem
sem getur séð til þess með einu símtali að ég fái ekki listamannalaun, skilurðu, eða einhverja styrki, eða maður að styggja eitthvað rangt fólk og að sjálfsögðu hugsa maður þetta. Og það ekki þægilegt, en maður verður nú að hafa eitthvað decency og eitthvað hugrekki í sér, sko, þannig hef ég reynt að hugsa þetta. En Eydís, Halldór talar pólitísku umræðu, þú bara með pólitíkina í ljóðunum þínum, þetta rammpólitísk bók sem þú ert að gefa út? Jú, má segja það og ég hef bara alltaf verið mjög pólitísk einhvern veginn í hugsun, þannig að þetta kemur til mín dálítið, bara ég get ekki skrifað þannig að það sé pólitískt einhvern veginn og já, og þetta einmitt dálítið svona, þú veist, einmitt með þessari bók til dæmis ég dálítið að stimpla mig inn í ákveðin svona ramma, ákveðið label mögulega, að ég svona manneskja og hugsa svona og þetta mín pólitíska skoðun einhvern veginn. Og eins og ég ætla að grífa boltann sem Halldór kastaði til mín áðan að það maður dálítið svona að það hugsa maður einmitt, ég mögulega að útiloka eitthvað frá sjálfur mér í framtíðinni og sem náttúrulega getur eins manni þungbær hugsun ef maður svona einhvern veginn sjálfsmyndinum hans út af við en já, svo þetta að vera með bein í nefinu, að standa með sínu og að vera samkomin sjálfur sér og allt það sem vegur svo upp mótið því. Þannig að þetta raunverulegt val svona þú veist, á maður að vera pólitískur í list sinni? Ég að einangra mig, loka mig, setja út í horn, það verður bara hætt í burtu. Ég var að tala við Sólu Tómasdóttur í gær sem hún var að tala það sem gert við aktivista, það gerði svona hlægilegir. Sóley brjáluðu þessu, Sóley hjólar í þetta, Sóley vill ekki þetta, búið til svona eins og hún sé afskiptasöm hundleiðileg keksjuruglu kettling út í bæ. Þetta ekki þetta fyrir þér? Getur fengið grimmar mót ykkur? Ég hef aldrei velt í þetta sérstaklega fyrir mér, maður kannski bara pælir í því þegar maður búin að lenda í því. En já, það einmitt, maður getur ekki stjórnað umræðinu sjálfur, maður hefur ekki þau völd og það bara dálítið að bara einhvern veginn að vona það besta, ég veit ekki hvað svo sem það nú væri og þú spurðir einmitt hvort maður getur sleppt í að vera pólitískur. Það mögulega bara með því að hlusta á þessar raddir og jafnvel hlusta á raddirnar innan með sjálfum manni sem vara manni við þessum mögulegu röddum kannski í framtíðinni. Og svo spurningin hvort maður vilji lifa þannig lífi og stjórnast af þessum hræðslum. En hefur eitthvað kvartað við pólitíkinni í ljóðabókinni? Þetta ekki svona bara allir glaðir með þetta? Jú, ég myndi að halda það. Ég ekkert verið sérstaklega róttæk í þessari bók. Ég bara með þetta tala hvað maður sagt, bara loftslagsmálin út frá einhverju sem ég veit og maður bara veit að fólk hlýtur að hugsa að það veltir þessu fyrir sér í fyrsta lagi, sko. Þannig Herðu, ég ætla ekki að halda þig fram að þú sett ekki nógu hugrökk, Eydís, en María Thelma var mjög hugrökk því að hún kom og bjóð til svona umræðu eiginlega þann geira sem hún að starfa og koma sér fyrir í. Það ekki rétt, María? Það svona, maður eiginlega ekki meiri aktivismi heldur það þegar maður snýr sér að sko bara tjaldbúðinni sinni og bendir á að þarna sé ekki allt eins og á að vera. Hvað ertu að tala nákvæmlega? Já, varstu ekki með svolítið umræðu ég kannski eitthvað að rugla núna? Ég nokkuð sem sést að rugla. Fyrir ekki. Og mér og annarri. Ég má það líka. Já. En einmitt talandi að vera pólitískur og vera með þessa efasemdir hvort að maður eigi að láta í sér heyra eða ekki, sérstaklega í þessum geira þar sem að nánast allt liggur undir, að þá skiptir það rosalega miklu máli að gera eitthvað í því ef þetta er málefni sem að stendur mann nærri, af því að annars miður okkur aldrei áfram ef að við segjum ekkert eða gerum ekkert og svo líka samanskapið, þú veist, að þið vorum að tala listina og hvort hún sé pólitísk, ég held að listin verði alltaf pólitísk og það liggja svolítið bara hjá fólki hvernig hún birtist manni. En já. Og maður þarf að hugra ekki til þess, eða hvað? Gerist það bara sjálfkrafa? Ég myndi segja sko,
bara í hvað aðstæðum, þú veist, ertu að skrifa pólitískt verk eða ertu að skrifa status á Facebook eða eitthvað svoleiðis, þannig að fyrir mér er eiginlega meiri eftirsjá sem liggur í því að segja ekki eða framkvæma listina eða hvað það er sem að situr eftir frekar en sko óttinn það hvernig fólk eigi eftir að taka því, þú veist, ég upplifi meiri létti að hafa komið efnunum frá mér heldur en ekki. Af því að þú veist, það meiri líkur á því að ég myndi sitja heimi á mér 3 mánuðum seinna hvað ef að ég hefði farið alla leið með þetta verk eða hvað það er. Og það er eiginlega alltaf styttra í það að vera alveg sama hvað fólki finnst. Er það? Er það ekkert að vera sama hvað fólki finnst? Já, ég að meina, skilur þú veist, að maður taki því ekki nærri sér. Ef það er einhverjir þannig sem að fíla ekki það sem að var skrifað að gera, að því að þetta er svona hluti sem að er ekki undir minni stjórn. Hvernig fólk tekur verkinu, eða pislunum, eða því sem að var ekki út. En það getur verið rosalega erfitt að af því að við erum svona hópdýr, svona apar sem að sitja við varðöldin og eru svona háðir samfélaginu, að jafnvel þótt að maður verði fyrir sko stjörnugalinni og órökstuddi og ómálefnilegri gagnrýni, að þá svona hefur það alltaf ykkur áhrif sko. Já, en þá er það líka undir manni sjálfum komið hversu mikið vægi maður ætlar að gefa viðkomandi sem að er að gagnrýna mann. Já, maður getur fengið bíl og var að hlusta á síðdegis útvarpsrásar 1 og þá var gagnrýni eftir þig. Ég held að það verið einhverja svona restina af svona dansháttfestivali eða eitthvað slíkur. Og ég var að hugsa meðan að ég bara hef ekki heyrt svona pólitíska gagnrýni bara ekki einu sinni þegar ég var ungur og menn voru í sko með rosalega svona stjætta pólitíska gagnrýni snemma á 8. áratugnum. Hvað er að gerast? Kemur pólitíki bara með askvaðandinn í gaggrínina og bara allra breytinni? Já, sko, ég búin að hlusta á okkur, sko, ég tek undir með því sem að Halldór var að segja áðan að með þessa meðvirkni sem að maður verður fyrir svona í samfélaginu og bara mikilvægt þess að ég finn alveg ástæðan fyrir ég ákveða að fara aftur að gaggrina núna. Og ég var mjög gagnrýnin þegar ég var hjá Mogganum. Ég gaf Íslenska dansflokknum 1 stjörnu og því að það voru bara með sexist verk og svo gerði ég greina hatara sem að ég fekk mjög mikið mótlæti og mér bara finnst alltaf meðvirk umræðan og mér finnst það ekki gera listasinnunni neitt gagn að allir séu bara vinir og enginn þora að segja neitt. Sérstaklega vegna þess að við búum við þar aðstæður að vera svo svakalega einangruð inn í okkar forréttindabúblu og það stundum hlutir gerðir sem fólk kemst miklu frekar upp með heldur en það myndi kannski ekki komast upp með annars staðar, þú veist, í stórborgum eins og Berlín eða New York eða þannig að ég tengi líka, þú veist, við það, já, það getur alveg verið mjög erfitt að líða eins og helmingurinn að samfélaginu mann sé á mótumanni eða eitthvað af því að eins og ég hef upplifað en þú veist, það hefði samt verið verra eins og Mari Thelma sagði að gera það ekki, að sitja eftir og hugsa þú veist, sjá eftir því að hafa ekki þorað að taka skarið. Ég vil taka fram að gagnrýnin sem ég er að vísa í var mjög jákvæð. Já, mjög ánægð með bæði verkin sko. Eiginlega alveg bara, en það sem að mér var merkilegt við það var að þú fjallar eiginlega verkin sem svona samfélagslegt, þú ert að greina sko persónunnar í svona félagslegu og stjórnmálalegu hlutverki, hvernig upplifun áhorfandans og fjalla svona forréttindablindu þeirra og það var eiginlega allt sjónarhornið var sko svona þjóðfélagslegt. Já, mér finnst það langt skemmtilegt að gagnrýnin það sem ekki verið að segja, búningarnir voru svona, ljósin voru svona, mér finnst miklu skemmtilegra að stækka verkið, þú veist, expanda, bæta ykkur við og það sem að, þú veist, mér finnst gaman að, þú veist, greina dramatúrkina, greina formið, greina sambandið við áhorfendur, greina
hvað að gerast innra með áhorfendum þegar þau eru að eiga þessa upplifun og þá hvað performatíft við verkið, þar að segja hverju verkið að breyta. Og það hægt að gera það með gagnrýni þegar maður að gagnrýna eitthvað mjög neikvætt og líka ennþá meira þegar manni líður eins og verkið sé að skila einhverju mikilvægu. Ef maður ber þetta saman við gagnrýna sem til dæmis í Kiljunni, þá þetta alveg þveröfugt, sko. Þar eiginlega bara verið að tala um svona verki sem, svona, hvað við segja, svona einkanlega upplifun lesandans af verkinu, ekki svona samfélagslega eða þjóðfélagslega, heldur svona listin sem munaðarvara, heldur en samfélagslegt erindi. Eins og ég tek dæmi, verkið sem María Thelma gerði, Velkomin heim, og ég skrifaði nú ekki það, en það hefur verið svona nokkur moment í því sem mjög gott að skrifa og fara lengra inn í, og það til dæmis momentið í verkinu þegar hún sagði rasískan brandara og bað áhorfanda að botna brandarann. Að skoða þetta augnablik, hvað í gangi innra með áhorfandinu, hvaða fyrirframgefnu hugmyndir eru hérna og hvaða áhrif hefur þetta samband hennar við áhorfendur. Já, og mér fannst að ég tók það nú einhvern veginn þannig og kannski eitthvað sem umfjöllun verkið eftir það og kannski samtal mitt við Maríu Thelmu á sín tíma í þessu fólks líka svona gagnrýni á kannski leikhúsið sem birtir sko frekar einfalda mynd af samfélaginu. Það var bara, held ég, 1 eða 2 árum áður en að hún setti upp sitt verk að þá var í Þjóðleikhúsinu sænskt verk sem hafði verið leikið af innflytjendur þar og fjalla bara innflytjendur og það voru bara íslenskir innfæddir leikarar sem að léku í því. Það var nú það sem ég var að vitna í þarna að mér hefði þótt þetta vera hugrekk og sumir beinast að leikhúsinu sem hún var að gera. En hún vildi ekki þykja það, ég var að segja hún að það vera hugrekk. Ítti því frá sér. En það var eitthvað í því verkið, ekki? Sástu það, Nína? Já, ég sá það og þess vegna gæti ég nefnt þetta. Það var 100% verk sem var að skipti miklu máli sko, fyrir þær sem gerði verkið að það væri sett upp í Þjóðleikhúsinu, til dæmis. Það rýmið skiptir máli. Hvaða rýmum áhorfandinn gengur inn í skiptir miklu máli og þar verkið að beinlínis á performatískan hátt að takast á við eitthvað sem að maður sér ekki svo oft vera gert og það sem svo spennandi sko þegar og vonandi og að gerast að fleiri raddir fá pláss og fjölbreyttari raddir að fá pláss hvort sem það hinsegin samfélagið eða dekkir Íslendingar eða bara fólk af erlendum uppruna og svo framvegis og það líka eins og að María Thelma talaði mikið sko hvað íslenskt, hver fær að leika Snæfríði Íslandssól í leikhúsinu til dæmis, hver fær að leika Bjart í sumarhúsum. Það skiptir svo brjálæðislega miklu máli að þessi birtingamynd sem í staði innan menningarinnar, bara að krakkar fái að sjá einhvern eins og sig á sviði. Hvað segirðu, María, þetta mikilvægt? Þetta alveg gríðarlega mikilvægt, sérstaklega í ljósi þess sem að menningin, kvikmyndir, leikhús, tónlist, allt þetta svo öflugt verkfæri til þess að móta samfélag okkar. Og að því að við erum alltaf að spegla og upplýsa og fólk stöðugt að reyna að finna til samsömunar í gegnum þessa miðla. Þannig að þetta alveg gríðarlega mikilvægt og eins og vorum að tala áðan að ef við tökum aldrei skrefi þá miður okkur aldrei neitt áfram. Má ég aðeins halda áfram, Nína, getur ekki farið aðeins svo langt? Segjum að við tökum svona annað dæmi úr sögunni, þar sem að voru kannski svona stéttarlegir sósíalistar að fara yfir svona verk og voru að segja hvort að þarna væri rétt sagt frá sko stéttamismun og hvort að kapítalismanum var ekki gefin of mikil svona mennska og eitthvað svona og að staða hina fátæku hefur verið rangt skilgrein og getur ekki enda með því að gagnrýnandinn raunverulega bara eins og félagsfræðingur að fara yfir verkin og að gefa bara rapport það hvort það sé rétt frá greint, frekar heldur en það sé eitthvað svona list með einhverjum sullandi undirteksta og einhverjum ævintýrum. Ekki hægt að fara langt í þessu?
Jú, ég reyndar hef ekki séð neina svoleiðis gagnrýni en jú, ég skil hvað þú meinar og en mér finnst ekki hægt að segja að eitthvað sé rétt og rangt, að þetta alltaf svo rosalega, þú veist, persónubundin upplifun af einhvers konar texta og þá getur gagnrýni líka verið listræn texti en ég held að það sé bara mikilvægt fyrir alla listamenn og hvers konar verk sem maður að búa til að vera bara, eins og þeir eru búin að segja, vera trú sjálfum sér og vera performatísk, að segja, að leyfa ekki bara vera að lýsa hlutum, heldur að nota tungumálið til þess að breyta í raun og veru heiminum á einhvern hátt. Tungumálið eða hvaða gjörð sem það en það líka, sem ég langar að nefna svona tengt þessu að við erum náttúrulega líka lifandi á tímum þar sem er búin að vera blessunarlega svo mikið af byltingum og það ekki gott heldur að fólk þori ekki að gera eitthvað eða rithöfundur þori ekki að skrifa sögu einhvers annars út af hræðslu við að vera slaufaður og það eitthvað sem við erum að takast á við núna sem samfélag og að sjá ekki bara að vera í þessari tvíhyggju rétt og rangt heldur fara inn í dýpið, fara inn í allt sem þarna á milli. Það líka, maður tökur eftir þessu þegar maður svona fer stundum inn á Facebook og þar var einhvern umræðan daginn sem var það með Bragi Páll sem ég nefndi á að hann byrjar á því að drepa Arnald Indriðason í bókinni sinni og þá var fólk svona að spyrja að byrja má þetta eitthvað svona og ég var svona að velta fyrir mér hvaða umræð þetta, ég meina Bragi Páll má bara drepa hann eða vill og svona, þetta ekki sameiginleg ákvörðun okkar hvort að menn eigi að drepa Arnald Indriðason í bók, hann hvort gerir Páll Bragi eða ekki. Þannig að líka einhvern veginn svona langt út fyrir eitthvað svona slaufunamenning og svona þá svolítið svona stemming í samfélaginu eins og við sem að tala okkur niður á, kannski að þau eru búin að missa kurteisina, að maður viti ekki hvernig við erum að hegða okkur og hvað safe hegðun og þá eru allir bara upptinnir af því að vita að þú veist, má ég skrifa bók og drepa Arnald Indriðason á blaðsíðu 1. Því að það bara, fólk bara óöruggt það, hvað má og hvað má ekki í samfélaginu. Þannig að ég ekki að tala svona bara slaufunamál, þetta bara svona, eins og að það sé allir orðnir bara frekar óöruggir hvernig maður að hegða sér, hvað kurteisi, hvað bara mannasiðir. Þetta eitthvað? Eydís, ætlar þú að bjarga mér? Já, ég skal bjarga þér. Þannig ég var enda að hugsa þetta, ég tók eftir því einhvern tímann fyrir nokkrum árum þegar svona það var ákveðin umræðum á því staðvarandi neyslu á dýraafurðum, þetta var eitthvað sem stendum frekar nærri og ég tók eftir og voru mjög skörp skil þar sem fólk hætti að pósta myndum af kjöti í story á Instagram til dæmis. Þú veist, það varð algjör svona og þú veist það þýðir sem alls ekki að allir vinir mínir og allt í einu hætta bara kjöt heldur einhvern veginn var það ekki lengur eitthvað sem maður setti auglýsti fyrir almenningi að maður væri að borða, sem fannst mjög áhugavert og þetta einnig svona lítið atriði úr okkar daglega lífi þar sem mér finnst við vera að fara aðeins að svona slípa til raunveruleikann okkar til þess að virka einhvern veginn betri eða áhugaverðari eða ekki vond eða eitthvað, ég veit það ekki og þetta náttúrulega bara eitt af milljón dæmum sem ég kannski tók eftir en já, þetta svona einhvern veginn þetta kannski spurningum bara kurteisi, fólk veit ekki hvort það sé kurteis lengur að birta mynda kjöti á Instagram. Maður veit það ekki, ég held að þetta sé svona einhver veit ekki hvort þú vil kalla það kurteisi samt en einhver svona bara þú veist, sýna minna en meira af því sem þú ert ekki alveg viss hvort að einhverju muni sárna eða finnast eitthvað bregður að sjá. Það sem ég er að meina, þetta ekki beint pólitískt framlag, þetta er bara svona eins og kurteisi, það ekki til siðs að vera að tala hvað sagt við matarborð, þá maður ekki að tala laun og pólitík og trúmál og maður ekki að byrta myndir af kjöti á samfélagsmiðlum. Já, akkurat, þetta orðin einhver svona bara önnur viðmið, finnst manni og og já, ég veit ekki hvað maður á að lesa mikið í það, og líka eins og bara, þú veist, þegar maður talar bara pólitík, hvað erum við nákvæmlega að fara að tala því að það er ótrúlega illskilgreinanlegt hugtak ef maður nefnir bara það eitt og sér eru að tala stjórnmál, eru að tala hegðun okkar sem samfélag, eru að tala einhver samfélagslegu gildi sem við höfum sameinast Þannig já, þetta er áhugavert og þetta er líka oft svona orðalaust
þessar ákvarðanir sem að við verðum. Hvað segirðu, Halldór? Hérna ég kannski að færa með þetta út í svona umræðum slaufunnar menningu sem það er eitthvað óbóðslega leiðilegt við þá umræðu, sko. Sérstaklega það er drifið áfram af einhverjum svona rosalega heitum köllum sem að umræðan verður oft svo ekki svo spennandi, en ég býðir alveg að hafna því. Ég skal spyrja það gagnrýni, viltu það frekar, Halldór? Ég hugsa sko, við vorum alltaf einhver leit að tala það áðan, sko, að þessi ótti sem þú finnur þegar þú hugsa með þér, er ég að segja eitthvað sem mögulega mun styggja einhvern, sem mögulega með einkabílstjóra sem greiddur á skattgreiðendum, og ég mögulega, þú veist, og það mest náttúrulega lýsa líka þessari gamaldags slaufunarmenningu sem var nú skrifuð bók, held ég, var ekki hitti fyrra, það hvernig það komið skipulega í veg fyrir að þú fáir vinnu á Íslandi ef þú styggir fólk. Ólína Þorvarðardóttir skrifaði ágætlega þetta. Akkurat, og en það sem ég hugsa mjög tengt þetta, því ég sá einmitt fréttum þessa deilur titilinn hjá Braga Páli að mér líður oft eins og við bara, við lifum á einhverjum tímum núna þar sem að alls konar gildi eru bara svolítið að stokkast upp, sko, og það sem ég að gera svolítið hratt, og það valdi bara svona gríðarlegri óvissu til dæmis svona menningarpólitískum deilum slaufunarmenningu eða bara niður í eitthvað svona eins og hvað máttu gera í bók eða bara einfaldlega hvað almennt kurteisi. Við erum eiginlega komin niður í þessa deilu og ég sé þetta fyrst mér svo víða, sko. Ég vissulega svolítið svona þeirra trúar að siðferði manna svona ferðist frekar í hringi en hitt í árana og árþúsundana rás, og það sem ég tek til dæmis eftir núna að sem ég finnst gríðarlega athyglisvert að nú var dómstóll í Bretlandi að samþykkja að það að framselja Julian Assange til Bandaríkjanna, og hver eini mainstream fjölmiðillinn í Bandaríkjunum sem svona gagnrýnir þetta, og það náttúrulega Fox News sem eiginlega alveg magnað, fyrst mér að sjá, af því að þetta sami miðill sem vildi bara mögulega taka manninn af lífi fyrir svona 5 árum síðan, og blaðamaður sem ég hef lengi haldið upp á, Glenn Greenwald, sem nú fyrir mér svona tiltölulega róttækur, vinstrisinnaður mannréttindalögfræðingur og blaðamaður. Hann allt í einu orðinn sko fastur gestur líka á Fox News hjá Tucker Carlson, sem þykir nú vera svona kristið íhald, amerískt kristið íhald, þannig að þarna allt í einu að eiga þessi stað svona einhverjir furðulegir snertifletir í gegnum gildismat sem bara voru fullkomlega óhugsandi fyrir einhverjum ekkert svo mörgum árum síðan. Þannig að mér finnst ég svona að sjá þetta út allt, hvort sem í stóru eða smáu, að það eru alls konar gildi í uppstokkum. Þannig sé ég þetta. Þú bara að lýsa eins og bara einhver hafi mist bara glasið í gólfið og það liggi bara í mólum á gólfinu. Það ekkert form á þessu, þetta bara kaos. Já, og örugglega getur trúið þetta sé bara einhvers konar mjög nauðsynlegt kaos, og úr þessu, ég trúi því að úr þessu komi einhver skýrari mynd en einmitt núna líður manni eins og þetta sé eins og reglunar getur mögulega breyst bara dag frá degi, eins og þú sagðir þú veist varla hvernig þú ert kurteis, sem þú veist, á með að koma þetta ansi langt, því það ætti náttúrulega að blasa svolítið við, þess manni. Það náttúrulega kurteisi hefur alltaf verið notað til þess að aðgreina fólk, og það svona til þess að þegar þú kemur sem alþýðupilturinn og sest til borðs að þessu öllum ljóst að þú átt ekki alveg heima í, þannig að kurteisi líka ekki bara svona almenn kurteisi, heldur hún svona skipt í hópa til þess að við komum okkur saman að hópa sem við tilurum. En mér fannst með þetta með Arnald Indriðason að það var eiginlega enginn sem sagði að ég myndi aldrei skrifa bók sem ég dræpi Arnald Indriðason á blaðsíðu 1, en mér er alveg sama að aðrir gera það. Það viðhorf virtist ekki vera lengur, heldur var þetta eins og við ættum að sameiginlega taka ákvörðun það hvort við ætlum að gera þetta eða ekki. Þannig að þetta orðið eitthvað svo, ég skil ekkert í þessu, því að sem er þetta fyrst manni að lifa á svona upphöfnum einstaklingshyggjutímum,
En svo einhvern veginn samfélagið orðið, sko, þorpið finnst mér vera orðið svona nálægara heldur en, já, ég menna þegar ég var yngri, sko. Hvað segir þið, hérna, María Thelma? Mér finnst hérna líka, mér finnst þetta fara svolítið eftir undir hvaða kringumstæðum við erum að hérna, hvað segir maður, að brjóta reglurnar eða, þú veist, ég myndi aldrei drepa þennan í þessari bók, þú veist, þannig að, veit ekki, mér finnst þetta kannski ekki, þessu slaufunarmenning ekki vera svona algildandi yfir allt. Þannig að, já, þetta er svolítið vítt Hún var náttúrulega notuð af valdastéttinni eins og Halldór var að benda á og Ólína skrifaði Ég meina, ég sósíalisti og ég hef ekki fengið vinnu í 5 ár bara því ég sósíalisti og ef einhver dettur í huga ráðum einhvers staðar þá byrja Björn Bjarnason og Hannes Hólmsteinn að skrifa það hver ætlar ráða að fá þetta í vinnu til þess að láta vita að það bara, ég ósnertanlegur maður. Þannig að valdastéttin alltaf nota þetta, sko. Það bara núna eru aðrir sem að taka sér völd og beiti þessu á þá sem að kannski áður tilheyrðu einhver svona valdahópi, sko. Þannig að slaufunarmenningin finnst mér vera þannig einhvern veginn. Og það sé bara vopn sem að menn taka sér í hendur sem áður höfðu ekki þorað að nota eða dyrst að nota eða ekki mátt nota eða ekki verið hlusta á það þegar þeir reyndu að nota það. En það sem að ég var ekki að velta fyrir mig var bara svona almennt í samfélaginu hvað við erum orðið svona meðvituð það að kannski eins og Halldór að lýsa að það eru bara, þetta splundrað og kannski liggur það á okkur að tala okkur saman það svona hvað má hér og hvað má þarna og... En mér finnst líka áhugavert. En mér finnst líka áhugavert, sko, þegar við lítum á það núna, þú veist, hvað er að breytast þegar þetta tala hérna að valdastéttin hafi nú beitt slaufunarmenningu bara frá Uru og Malta og að þegar nú erum við að sjá einmitt mögulega jaðarhópa eða hópa sem að síður en svo haft völd í samfélaginu, til dæmis bara konur sem hafa beitt kynferðisofbeldi eru núna að stíga upp og þær eru ásakaðar að beita slaufunarmenningu og þá eru viðbrögðin einhvern veginn allt önnur finnst manni eins og við sem einhvern veginn óvön þessu og líka eins og þau töluðum á það sem mjög áhugavert þegar við varum að tala hérna hvað er þversögnin í því að nú erum við einhvern veginn orðin samfélagi þar sem að við erum öll svo miklir einstaklingshyggjan er mjög rík í okkur en á sama tíma er samfélagið einhvern veginn að reyna að fóta sig í sameiginlegu siðferði sem er miklu krafan miklu meira bara við megum ekki vera ósamstíga og það er eins og einstaklingshyggjan sé bara búin að ná utan samfélagið og við séum bara einstaklingur fullur af einstaklingum. Þetta er einhvern veginn... reyna að stýra samfélaginu, einstaklingur sé að reyna að stýra samfélaginu. Já, einmitt og við erum öll einhvern veginn að reyna að vera samstíga. Þetta er ótrúlega bara ómögulegt, þú veist, og já. Hvað segir þú, Nína? Já, mér finnst bara ekki vera rétt spurning, þessi spurning hvað má og hvað ekki. Mér finnst bara leiðileg spurning að spyrja þessu. Það er ekki tækt að svara þessari spurningu, þú veist, einfaldlega. Og þessi spurning kemur úr því sem að við erum að reyna að uppræta, sem er til dæmis bara þessi tvíhyggja sem er, þú veist, okkur í blóðborin, þú veist, frá einhverjum ákveðnu sjónarhorni fyrir mörgum öldum síðan. Og ég held að samfélagið og þorpið og maður sjá það bara í COVID þegar var tekið í bremsuna, það fór af stað öll þessi ferl, fólk heldur utan hvort annað vegna þess að það er ekki að neita því að við erum öll tengt, við erum öll eitt net, við erum ekki þessi individualisma einstaklingar. Þannig að ég held að samfélagið sé bara svolítið á undan, ef ég má segja það. En já, mér finnst bara að það eigi að vera að spyrja einhverjar annara spurninga og það geta verið alls konar. En hvað má og hvað ekki ekki hjálpar engum. Ég var heldur ekki að spyrja því, ég var eiginlega að velta fyrir mig sko, hvernig fólki liði í þessu. Segjum þetta sé svona eins og Halldór lýstir, þessi svona splundrað og sem er bara gott vegna þess að það var ekki hægt að lifa undir svona einni línu og allir þetta beigja sér til það, svona hvað væri gott og gilt og hver hefðu svona völdin og nú eru komin svona margar miðjur og eitthvað svona. En inni í þessu samfélagi eru einstaklingandi sem eru vanir því að hafa svona skýrar leiðbeiningar það hvað má og hvað ekki, sem eru að biðja það, sko. Þess vegna alltaf spurningin hvað má og hvað má ekki, getur ekki gefið skýra línur það? Og þá kemur þú sem að talar innan úr framtíðinni sem að við erum vonandi að fara til og segja, nei, það er ekki hægt að svara því. Það er bara því miður, maðurinn er ekki sterkari það, hann er óöruggur þarna inn í það sem er ekki svona skýra línur. Og þá er ég ekki að tala kallana sem eru að vilja fá að, þú veist, að hlæja konum eða
hæðastæðum og eitthvað svoleiðis. Ég var að tala svona venjulegt fólk sem bara tjá sig er orðið óöruggt, mann við upplýra þessi óöruggt svona hvað boðlegt. Það er náttúrulega líka. Nei, ekki sver. Jú. Nei, ég ætla bara að segja þú veist að það sem hjálpar mér þegar ég verða vitna einhverju máli eða eitthvað að hugsa hver raunverulega með völdin í þessari stöðu og þú veist og það kannski oft það sem við erum búin að sjá í þessari MeToo bylgju að það er svo auðvelt fyrir fólk að fara í það far að ásaka konuna legar og standa með manninum og þetta er náttúrulega algjör alhæfing að segja þetta. En þú veist, þessi hlutir eru bara ekki svona einfaldir og maður þarf að hugsa hvað sjónarhorn sem hefur völdin og líka bara að hlutinir eru alltaf í ykkur rófi, þú veist, og hvort sem það þú veist, kyn eða hvað annað. Það er náttúrulega bara einn síðið afstæð að vita hver valdaminni og standa með honum, eða ekki? Maður heldur með Tógó þegar að keppa við Þýskaland. Það ekki? Á maður ekki að standa með þeim sem stendur höllu fæti? Það ekki? Maður var alveg upp við það. Það ekki að segja það? Að maður í svona aðstæðu sem eru svona deilur, að maður að meta það? Hver það sem að tala veikar í stöðu? Jú, það sem ég að segja. Jú, ég var bara að reyna að gefa ykkur öðrum orðið En ég ætla reyndar að bara skjóta inn í, ég þarf að fara eftir smástund vegna þess að ég að fara á kóræfingu og það hræðilegt að vera seinna á kóræfingu. Já, það talandi samfélag. Það eitt besta samfélag mannsins, eða ekki, að vera í kór? Ertu búin að vera mikið í kór? Nei, ég var bara að byrja í haust. En það tónleikar á 50-daginn í Hallgrímskirkju ef fólk hefur á það. En þetta ekki upplifun að vera í kór? Að koma sem einstaklingar og stilla sig saman í kórsöng? Þetta ekki... ef maður ekki að þjálfa í sér svona hópdýrið og samfélagið að vera í kór? Jú, algjörlega og sérstaklega að fara inn í kirkjukór fyrir mig sem ekki trúið ákveðin upplifun að sjá gildið í samfélaginu sem að kirkjan og ritualnum sem að syngja fyrir söfnuðin til dæmis alveg mjög fallegt. Ég sjálf bara að finna ég var alltaf svo mikið á móti, þú veist, hefðum og rituölum og svona, en núna ég bara miklu meira bara pró það að bara hvers konar samfélag fá að þrífast og ritualar og hefðir. Má ég þá spyrja það einu áður þú ferð? Því að það einu af svona sérstökustu, skrítustu fréttum dagsins, ég held að hafi verið yfirlæknir á BUGL sem hafi verið í einhverjum umræðum eða svona í viðtali held frekar Rás 1, frekar Rás 2 og hann var að tala svona stöðu barnanna að þau höfðu gengið gennum miklar byltingar og við höfðum ekki mætti og ein byltingi var það að það búi ekki lengur 3 kynslóðir eða 4 á hverju heimili, afinn og amman eru farin og það veldur það veikari staða fyrir barnið þegar foreldrarnir ná ekki að sinna uppeldisskyldunum þá var eitthvað sem gat hlaupið undir bagga. Og síðan var hann að tala að þegar konurnar fara út á vinnumarkaðinn að þá fer mamman út af heimilinu en pappinn kemur ekki inn í staðinn þannig eða hvernig sem við viljum orða það að það verður færri og hann að fara svona yfir þetta og þetta eru svona stóra pælingar og gaman að þetta sé bara inn í fjölmiðlunum verið að ræða þetta en síðan segir hann síðan það líka eitt að svona trúarleg afstaða hefur gefið eftir að heitrúa fólk hefur eitthvað skjól sem að þinni trúlausu hafi ekki og hann var að velta því fyrir sér gælarnirinn hvort að þetta hefði verið þess valdandi að börnin stæðu einhvern veginn svona veikar og þess vegna væri frekar verið að nota lyf og væri frekar verið að skilgreina tilvistarlega angist þeirra sem sjúkdóm, sorgin var í skilgreint þessu sjúkdómur og ég tek það fram að þetta er gæðlarnir sem að segja þetta þannig hann ekkert að segja að allir sem eru með depur séu bara í tilvistarvanda og séu ekki við gæðlarna vanda en þetta var hann að segja að því að þú ert að tala að koma inn í svona trúarlegt umhverfi sem trúlaus manneskja hvað getur verið eitthvað til í þessu að okkur vanti það mætti vera aðeins meiri svona eins og andlegur botn inn í samfélaginu okkar svona einhver svona veraldarhyggjan og einstaklishyggjan okkur vanti kannski eitthvað svona
eitthvað svona trúarlegan tón eða botn eða andlegan, svo þessum ekki ruglu svo saman við skipulega trúarbrögð. Þetta rétt spurning áður á fernína mín. Þetta mjög stór spurning, þetta mjög spennandi umræða og mér finnst það sem ekki træðilegt að hann hafi sagt þetta, mér finnst bara þetta vera eitt sjónarhorn af mörgum sem að við vonandi munum sjá koma fram þetta og ef ég ætti að fara að kommenta á þetta þá til dæmis ólst ég upp við að faðir minn var miklu meira heima og sá heimilið meðan móðir mín var miklu meira úti að seyra heiminn og reyndar þó þau væri bæði mjög upptekin og það kendi mér líka að vera sjálfstæðari og vera feministi og sjá og mér leið eins og ég get alveg gert eins og mamma, ég get alveg farið og gert stórkostlega hluti og svo framvegis. En jú, ég held að sé alveg kannski eitthvað til í því að það mjög mikilvægt að rækta þessa tengingu sem við höfum og hvernig sem það hvort sem það innan fjölskyldunar eða í einhverjum öðrum og öðrum samfélagum við sjáum það líka að minnihlutahópar gera þetta oft til dæmis þegar þeir upplifa fjölskyldunum þeirra hafna þeim til dæmis hinsegin fólks þá eignast þau sína svona chosen fjölskyldu og já, ég veit ekki, kannski eitthvað annað sem hefur eitthvað meira spennandi þetta að segja en ég ætla allavega bara að ég þarf að hlaupa núna, það komin 8 mínútur í og ég vil ekki að kórstjórinn takk hérlega fyrir mig. Takk hérlega. Það mikil kurteisi, að þið voru náttúrulega kurteisi, að láta ekki bíða eftir sér, allra síst heilar kirkjukór. Herðu, Halldór, þetta ekki eiginlega bara, varst þú ekki í heimspeki að stúdera eitthvað í þessa veruna svona andlegan botni í tilvist nútímamannsins? Þetta ekki up your alley, eins og sagt er? Hvað segirðu? Þetta ekki svona up your alley, eins og sagt er? Jú, einhver leyti. Ég hef aldrei ekki lært neitt í heimspeki, en ég hef alveg lengi velt þessari bara svolítið svona naífu, barnalegu spurningu fyrir mér af því það er svo oft talað gildi séu mikilvæg og ég hef svo oft spurt mig bara hvaðan nákvæmlega, ef maður hugsa bara Ísland til dæmis, hvaðan nákvæmlega eiga þau að koma, hvar já, í svona hinni guðlausu Skandinavíu einhvern veginn, hvaðan eiga gildi eins og, ég veit ekki, náungakerlingur eða eitthvað þvíumlíkt, hvaðan á þetta koma eða mikilvægi þess að tilheyra samfélagi sem eitthvað sem ég held að það sé sammannlegt og sé mjög mikilvægt, en hver á uppspretta nákvæmlega að vera og ég alls ekki að segja að það eigi endilega að vera þjóðkirkjan eða eitthvað svoleiðis bara heldur betur ekki en ég hef oft velt fyrir mér hvaðan á límið í samfélaginu að koma og ef við hugsum þetta út frá einhvern veginn svo dauða Guðs Nietzsches eða eitthvað svoleiðis sem ég finnst alveg ágætis rammi að hugsa að bara hvað á að koma í staði. Mér verður að reykja þér með því þegar Guð dó að svo mistum við trúna á stjórnmálunum og að stjórnmálin geti búið til betri heim. Það var fólk trúði því fram eftir síðustu öld og svo hafa fallið svona eftirsatt síðan að fólk sameinaðist íslenska landsliði í fótbolta. Og þá var eiginlega það sem að fólk sameinaðist var að koma svo aldrei að gefast upp og eitthvað svona, þetta voru íslensku gildi, en því miður ég verð að segja það að íslenska landsliði í fótbolta líka fallið. Já, íslenska landsliði í fótbolta bókstaflega eins og beint upp úr grískum harmleik, það bara alveg ótrúlega að fylgjast með því. En og eftir sittum við þá alveg án andlegrar forystu Já, náttúrulega kvenna í fótbolta, þannig að við getum ennþá reist þessa sín á landsliðinu og þessi kvennalandslið, það verður spennandi að sjá. Já, ég hef oft ímyndað mér að kannski sundlaugar eins fáránlega það hljómar að mögulega séu sundlaugar einhvers konar musteri fyrir Íslendinga og það eru svona ýmis aftur trúarlegir snertifletir við sundlaugar en ég hef svona ef maður ímyndar sér svona eitthvað atriður gamli bíómynd, hvar hittast, mafjósinn, stjórnmálamaðurinn og betlarinn og í einhverju gamli bíómynd væri þetta kannski í kirkju.
hér á Íslandi held ég sé eiginlega bara fyrir mér sundlaug að það sé svona einhvern veginn svona staður þar sem að allir eru jafnir að einhver leiti. Reyndar held ég að íslensk valdarstétt fari ekki í sund. Það bara svona mín persónulega observasjón, en ég hef svona velt þessu fyrir mér. Það sundi sér svolítið eins og Moskvan, þar mátti ekki bera þig á, heldur klæða sig allir bara í